Það verkefni bænda að framleiða búvörur og veita margs konar þjónustu. Þar fyrir utan leynast svo margvísleg tækifæri í landbúnaði hér á landi. Nýjar búgreinar spretta fram með fjölbreyttum áskorunum en jafnframt skiptir máli að viðhalda þeirri kunnáttu og þeim hefðum sem skapast hafa hér á landi í takt við nýja tíma svo sómi sé af. Íslenskur landbúnaður gríðarlega fjölbreyttur. Og svo innan Bændasamtaka Íslands mörg búgreinafélög og margar mismunandi búgreinar, þá eru fjölbreyttari búgreinar til og sem standa fyrir utan samtökin og svona ákveðin félög sem að snúast ákveðin sérhæfingu á sviði hefðbundins landbúnaðar. Ég get nefnt sem dæmi lífrænir bændur. VOR heitir það, Verndun og ræktun, félag Íslands lífræna framleiðenda á Íslandi. Og svo höfum við beint frá býli sem eru þeir bændur sem hafa áherslu á að selja sína vörur beint með sínum uppruna. Við höfum svo ýmislega fleiri dæmi, við höfum selabændur til dæmis og áhugamenn íslensku landnámshænuna og svona má lengi telja. Þannig að það eru mikið til að áhugamannafélögum og ýmsu fleiri sem heyrir ekki undir bændasamtökin í dag en er mjög jákvætt. Þetta gríðarlega mikilvægt og ég held til dæmis ef við tökum sem dæmi beint frá býli að svona samtal milli bónda og beint til neytenda gríðarlega þýðingarmikið. Það eins má segja lífræna framleiðslu. Við þurfum að efla hana og auka og þetta stækkar allt landbúnaðinn og styður allt hvað annað. Hvað geturðu sagt mér hobbybóndan? Hver hann? Já, hobbybóndi sá sem með nokkrar skepnur. Sér til ánægju, en einnig náttúrulega til að nýta þeim afurðum með einum öðrum hætti en hefur eitthvað annan megin starfa, gerir eitthvað annað. Þannig að það er gríðarlega skemmtilegt viðfangsefni og við höfum til dæmis breytt samþykktum Bændasamtaka Íslands þess efnis að þar hægt að vera aukafélagi. Þannig að þú þarft ekki að eiga eina einustu skepnu eða stunda landbúnað og getur einfaldlega verið félagsmaður í Bændasamtökunum Íslands að þú kýst það og styður markmið og það sem við erum að gera. En ef maður með, segjum, 3 hænur, maður þá hobbybóndi? Það bara, ef þér líður þannig að þú sért bóndi með 3 hænur, þá skaltu ekki hika við að kalla það. Í síðasta þætti kynntum við okkur stærstu og viðamestu greinarnar en það eru líka heilmargar smærri greinar innan landbúnaðarins á Íslandi. Í dag ætlum við að kynna okkur nokkrar þeirra. Geitarækt ein þeirra en við skulum byrja á forystufé. Móri var mikill vexti og fallegur, sívalvaxinn og nokkuð langvaxinn, hárundir kvið og jafn þykkur aftur og fram. Höfuðstór og höfuðfríður, andlitið snögghært og gljáhært, augun í stærra lagi, móbrún á lit, glansmikil og gáfuleg, augnaráðið rólegt og rannsakandi. Svipmótið í heild sinni lýsti þreklund og vitsmunum, höfuðið hátt og djarflega borið. Það nú talið að forystufé hafi komið með landnámsmönnunum. Það hafi síðan dáið út í Evrópu og orðið mjög einangrað hérna og menn hafa alltaf haft alveg frá landnámstíð og fram á daginn í dag hafa þeir haft 1 og 2 forystukindur í hverri sinni hjörð. Þetta var nú aðalega notað þegar menn voru að beita fé dagsdaglega, þá voru þær notaði til þess að fara á undan fjárhópnum og svo náttúrulega þekktar sögur af því að þegar var óveður í aðsigi þá komu þeir heim með fjárhópana. Þar voru líka mikið notað þegar var verið að reka í sláturhús, þá fóru þær á undan hópnum og fóru svo tilbaka bara þegar það var búið að setja allt í sláturhúsið. Svo gerist það nánast á sama tíma að það er hægt að reka í sláturhús, það er að segja þá að fara að keyra á bílum og það er hægt að beita fé þegar komið þessi betri fjárhús. Þannig að þá minnkaði áhugi á forystufé mjög mikið. Það voru nokkrir sérvitringar má segja sem að héldu áfram að eiga forystukindur og flestir þeirra hér í Þingeyjarsýslu.
Svo gerist það að það skorið niður víða, fyrst vegna mæðuveiki og svo riðu og út af ýmsum sjúkdómum. En það var aldrei komið upp neitt sjúkdómur hér í Norður-Þingeyjarsýslu, þannig að allar þær forystukindur sem til í landinu eru hérðan á Norður-Þingeyjarsýslu. Það búið að gera genetiska rannsóknir á forystufé og þessi gen sem eru svona næm fyrir veðrabrigðum og þessi leiðtogagen, þau eru ekki til í neinu öðru fjárkyni í heiminum. Forystukindur þær eru fyrir það fyrsta þá sérðu strax augnaráðið. Það getur verið glannalegt, en það mjög vökult. Þær eru sífellt á yðu og hreyfingu, þær þurfa alltaf að hafa yfirsýn yfir hjörðina. Þetta nú svona það sem maður sér svona í andlitin á þeim. Og svo þær grannvaxnar, það lítið kjöt á þeim, lítil fita, afskaplega mjóar og háfættar. Þetta líka búið að viðurkenna þetta sem sér sauðfjárkyn. Þetta þó að það blandist við venjulega kjötkindur hér, þá allt annað ræktunarmarkmið, þannig að því bara haldið að þær séu stórar, háar og háfættar og svona hálslangar og þær hafa svona höfðingjasvip yfir sér. Ég hef orðið var við það og vitna því hér að forystukindin svo náinn manninum að ég hef séð bændur þeir smala og þær fara á undan og þeir kalla hægri vinstri og þær hlýða alveg, fara til hægri og þeir eru með handabendingar líka þannig að þeir geta bent kindum á hvort þeir eiga að beygja til hægri eða vinstri þannig að þær hlýða manninum þar að segja eigandanum. Það þýðir ekkert fyrir þig að koma og ætla að fara að nota forystukindur. Það bara eigandinn sem að þarf að gera þetta og það þarf að temja þær. Þær eru með þessa eiginleika í sér en það þarf að venja þær bara alveg frá fyrsta árið þarf að venja þær að fara á undan og læra að fara í gegnum þetta hlið og annað slíkt. Fólk hefur kennt þeim að heilsa, fólk hefur kennt þeim að stökkva upp tröppur og yfir girðing á vissum stöðum og þær geta lært eins og hundar í raun og veru. Vísindamenn segja að þetta hafi komið með landnámsmönnum og sagnir það í gömlum sögnum að þeir hafi komið þaðan en skemmtilegast náttúrulega sagan það að bóndi hafi séð álfarút í sínum kindum, svo barsút kindum voruð og þetta hafi komið sem sagt frá álfum. Hvorri sögunni trúir þú? Ég verð að trúa það sem vísindi segja en ég afneita hinni ekki því að ég get ekkert afsanna það. Hvernig bregður forystufé fyrir í sögu okkar Íslendinga? Eru til margar sögur Já, það til alveg feikilega margar sögur. Það alltaf, allar þessar frásagnir segja veðurgleggni þeirra og gáfur og vitsmunni, það að rata og hafa vit fyrir bóndanum og öðru fé í óveðrum og öðru slíku. Þessar sagnir allar á þann hátt að það alltaf verið að segja frá afrekum þeirra. En þegar hafa verið óþekkar og pirrað fólk, þær sagnir gleymast. Út af þessum sérkennum þeirra þá hafa til dæmis Norðmenn haft fyrirspurnir það að því það eru mikil afföll af lömbum þar vegna villidýra í skóginum og það hefur verið talað að gera smá tilraunir með það að hafa forystufé í þeim hópum til þess að athuga hvort að þeir forða ekki hinum kindunum frá villidýrum. Hverjir eru frægustu forystusauðir í íslenskri sögu? Þekkirðu nöfnin á þeim? Eitill sem var forystusauði Fjallabensa sem hann fór með sér mörg haust og fór í leitir og aðstoða hann við því að finna eftirlegu kindur upp fjöll, Mývatnsöræfum aðalega. Svo Tungukotsmóri í Húnavatnssýslu sem nú fræg stytta af við heilsugæslustöðina á Hvammstanga. Þetta eru svona þær sem eru þekktastar og sennilega nú Eitill langþekktasta forystukind landsins og heimsins því að hann líka til í bók Gunnars Gunnarssonar. Fjallabensa? Fjallabensa, já. Úr forystufé í Þistilfirði förum við alla leið í Ófeigsfjörð á Ströndum en þar býr selabóndinn Pétur Guðmundsson.
Geturðu sagt mér aðeins sögu selaveiðinnar og selaveiði bænda hérna á Íslandi? Já, ég líklega nú það fyrsta sem elsta sem ég veit selveiðar, það þegar að Noregskonungur spurði Íslendinga hvernig þeir færu að sel. Þetta var, Íslendingur heiti Halli, kallaði Snegluhalli, var úr Sarfaðardal og hann lét konung leggjast á bakka niðar og fóru svo og læddist á hann á bardan í hausinn. Og konungi leist nú ekki vel á þetta og fannst nú ekki gott að vera lamin svona vildi fá að gera eins. Jú, það var allt í lagi og Halli lagðist á bakkan en þegar að konungur kom þá skellti hann sér út í. Og þá reiddist konungur yfir þessu og taldi að hann hefði farið að sviga við sig. En Halli svaraði svo fer herra þegar ekki vill veiðast. Þannig að þetta nú það fyrsta, það elsta sem ég held ég veit selveiðar en þær hafa nú verið stundaðar náttúrulega alla tíð. En svo fer þetta verða útflutningsvara, skinnin á þessu og svona og þetta var mikill peningur fyrir skinnin á sumum tímum því að en það var alltaf verið sveiflur í þessu og svo þetta 70 og eitthvað sem að þetta tekur eiginlega alveg fyrir þetta. Við erum eiginlega veiðan bara til þess að sæta okkur í munni og svo hefum við getað selt skinnin en það bannað að selja skinn nema bara til Grænlands. Við erum bara leggjum net í nokkra klukkutíma og það svona eitthvað að koma upp aftur stofnið hérna, það ekki mikið. Við leggjum bara í nokkra klukkutíma bara til að fá okkur í matinn. Og á nokkrum klukkutímum, hvað fáið þið marga seli? Já, við erum náttúrulega klókir veiðimenn eins og Snegluhalli og við fengum þetta á svona 6 tímum, þá fengum við þessa kópa í. 8 stykki? Já. En það talað selaveiði bændur en ekki selaveiðimenn. Hvers vegna það? Af því að þetta eru hlunnindi bænda. Selaláturinn öll innan lögsögu hverjar jarðar fyrir sig. En þetta hefur væntanlega verið mikil búbót á árum áður? Já, þetta góður matur. Er það? Já. Algjört losteinn? Já, algjört. En þetta oft einmitt sett í súr, saltað, en af hverju eru við Íslendingar ekki meira að bara matrið þetta á nýmóðins hátt eins og nautakjöt eða hvað annað, þetta ekki rautt kjöt? Það svolítið, jú, þetta rautt kjöt, dökkrautt. Það eru teknir vöðvar og þetta grillað og allt mögulegt gert við þetta. Lagt í krydd og það ekki nýmóðins? Það mjög nýmóðins. Já. Þurrkryddaðar selur. Já, eða lagður í kryddlög. Já. En mér finnst það alltaf bestu bara soðinn. Bara soðinn? Já, með kartöflum og hvítri sósu. Einmitt. Þú ert alveg fyrir það? Já. Alltaf sig þess vegna en hitt gott líka, sko. Við náttúrulega veiðum hann fyrst og setjum hann hérna inn og passum að halda honum alltaf blautum. Er það til að venda skinnið? Já, svo hann fleginn og afbyggaður og spikið saltað. Skinnið setjum við yfirleitt bara beint í vatn, kalt vatn. Og svo hópnum sundrað sem kallað þannig að tekin og hlutaði niður og það er misjætt hvernig hlutanum vikið niður. Stundum hryggurinn tekin heill og steiktur. Það bara fín. En svo eru það hérna... Hreifarnir, þeir eru sviðnir. Það svíður hreifarna og setur það í súr. Minnir þetta á eitthvað? Nei, þetta alveg sérstakt bragð. Þetta ekkert eins og neitt annað.